Komið sæl aftur og velkomin að rauðaborðinu. Við höldum áfram hér og alveg inn í nóttina og bara út í gegnum nóttina ef Guð lofar. Ég var að tala við Þóru Karítas Árnadóttur í löngu helgispjalli og það var mjög ánægjulegt. Kom einmitt inn á trúna líka. Það er svona ýmsir þræðir sem að myndast í samræðu yfir svona heilan dag. En ég ætla nú ekki kannski að fara að nefna þá þræði hér, en við erum, sko, það er svona einn þráður sem ég er að reyna að spinna þetta virkilega vanefnum og vankunnáttu, en til mín er komið mjög góðu gestur. Það er Sigrún Sandra Ólafsdóttir sem hefur komið stundu til okkar hérna rauðaborðinu til að tala textíl og textílsóun og eiginlega bara vandan sem við erum í varðandi uppsöfnun á textíl. Þú ert skrifaður fötin og framtíðina í lokaverkefni í menningarmiðlun og hefur skoðað þetta út frá ýmsum sjónarhornum, en vilt nú ekki kalla þið sérfræðing, vísar þar í annan sérfræðing, þessa bók, hvaða bók komstu með? Já, ég vil kannski ekki kalla mig sérstaklega textílsérfræðing, þó að ég sé vissulega kannski orðin sérfræðingur í að miðla þessu efni, þessu svona svolítið stóra og flókna efni og gerði mastersverkefni það. En þar er ég að vísa í Ásdísi Jóelsdóttur sem að hefur skrifað, hún er algjör textíl sérfræðingur og miðlar fræðanum. Hún hefur skrifað nokkra bækur textíl sögu og tísku sögu á íslensku og hér hefur hún skrifað sögu fatagerðar og fatahönnunar á Íslandi og þetta er bara ótrúlega skemmtilegt plagg. Ég ætla að segja við sko, má ég aðeins segja grípa fram í fyrir þetta og segja að því að það er að koma hérna Ólöf Arnalds og Mari ætla að koma inn í stúdíó með gítarinn og þannig að við reynum bara sko að meðan það er að skella á sig varlit að hérna þá bara einbyttum við okkur að textílnum, en svo varst þú nú svo snögg að koma í náttfötum, þannig að þú ert bara komin inn í næturvaktina, þannig að við reynum að koma textílumræðinu kannski svona inn á milli. Já, ég til það. Ég sá fyrir mér að þetta væri hálfgert náttfatapartí hérna. Jú, það er eiginlega. Þannig að ég kom í ég mætti bara í náttfötunum og kannski út frá því, eitt af því sem að skiptir máli varðandi þessa textíl uppsöfnun og þessa gríðarlegu neyslu að það er að við þurfum svolítið að byrja á að sættast við fataskápin okkar. Þegar ég fór að fara á kaf í þessi fræði þá áttaði ég mig á því að það voru kannski flíkur í mínu fataskáp sem að mér leist kannski ekki sérstaklega vel á lengur, voru kannski hraðtísku flíkur eða bara 100% polyester eins og þessi huggulegi náttfatajakki sem að ég hef ábyggilega pantað einhvern tímann beint frá Kína og er held ég örugglega bara polyester, en hann er óskup svona þægilegur. En hefur prófað að kveikja í honum? Er það ekki svona leiðin til að vita hvort það er silki eða polyester? Ég myndi nú ekki mæla með þeirri aðferð. Það er svo sem ekkert alltaf hægt að treysta með honum, en maður auðvitað byrjar á að kíkja með hann, sem er yfirleitt svona vinstra megin í fötunum og málið er það, mann langar kannski svolítið til þess að byrja á því bara að fleygja einhvern veginn helmingnum af fataskápnum þegar maður byrjar að skoða þessi mál. En það er í rauninni einmitt ekki lausnin. Lausnin er svolítið að nýta áfram það sem að er nú þegar komið inn í fataskápin. Ef þú hefur svo ólánsum að kaupa eitthvað úr plasti sem að verður, er ekki polyester plast? Þetta er bara plast, já, akkurat. Að það verður eiginlega bara að gera gott úr því með því að nýta sem lengst. Sem lengst, jú. Sérstaklega þetta af því það er mjög lítið af fatnaði og textíl sem er endurnýtt og sem er hægt að endurvinna, það er að segja. Það er minna en 1% af öllum textíl sem að framleitur sem að er svo endurunnin. Og þetta er eitthvað sem maður bara hélt að
að það væri verið að endurnýta svo mikið og af textíl og þegar það var svona einhver átök að safna textíl í gáma að þá ætti endurnýta, þá það svo bara 1%. Já. Hvernig stendur það því? Og þessi tala kemur upp bara aftur og aftur. Er ekki þekking, er ekki aðferð? Það svo, kannski bara, ég kannski ekki með þau svör akkurat núna, en ég myndi bara fyrsta lagi segja, magnið sem framleitt það svo gríðarlegt og það að auka svo hratt. Magnið sem sagt að fatna, ég held ég hafi verið bara að reka augun í tölurnar síðan 1975, já, á síðastlega 50 árum þá hefur magn framleiðslu textíl þrefaldast. Wow. Sem svolítið mikið og en gæðin minnkað. Þannig að sem sagt gæðin hafa minnkað, efnin hafa versnað og það að segja líftími eða notkunartími hverjar flíkur hefur styst á sama tíma, sko. Þannig að þú getur bara að reikna þetta út, sko. Og inni þegar þú segja að gæðin þá þetta kannski jafnvel náttúrulega efni en samt svona einhvern veginn illa gerði, þetta mest? Já, það að aukast mjög mikið sem sagt gerviefna notkunin. Nú ennþá aukast? Já, hún sem sagt að aukast mjög mikið og einhver staðar, nú ég ekki nýbúin að skoða það, en ég hef alveg rekist á í mínum svona þessum rannsóknum ég hef þetta bara fylgist mjög vel með, að það eru einhverjir sem vilja meina það að af því að við erum mikið að fara hvað ég að segja, það svona verið að agitera fyrir að við hættum að nota eldsneyti á bílan okkar, sem sagt, nota olíu og gas, sem sagt minna til þess að knýja samgöngunar, að þá sé svona verið, þá eru framleiðendur sem sagt olíu og gasi svolítið svona herja á fataframleiðendur. Já, þannig að plast búið til úr olíu, ekki? Olíu og gasi, jú. Plast, þetta bara sem sagt þetta bara úr jarðefna eldsneyti, skilji. Það einhvern veginn, líka þetta sem ég held að fólk sko tengja ekkert endilega saman. Nei. Að þetta er bara plast, það bara eyðist aldrei. Það ekkert hægt að gera við þetta í rauninni, sko. Brotnar plast bara aldrei niður eiginlega? Nei, það held ég ekki. Ég held ekki. Reyndar, þá alltaf verið að gera, ég hef nú minnst á það áður það eru frumkvöðlarnir og hönnuðirnir og vísindamennirnir sem eru að reyna að gera sitt besta, að finna leiðir og ég held að sé nú maður hefur nú rekið augun í einhverja rannsóknir að það sé verið að rækta sveppagróður sem að étur plast og eitthvað svona, en þar ég ekki sérfræðingur. Það svona smá von í sveppunum kannski, já. Mikil von í sveppunum, en það þessi þú getur kannski fengið svepp í framtíðinni, getur verið með svepp heima þér, þess að þú til dæmis getur þegar þú búin orðin leið á þessari náttblússu, að því hún úr plast og því líður ekki nóg vel í henni eitthvað, að þá gefið sveppnum þetta að borða bara. Já, og svo kannski bara borða sveppin eða, ég veit það ekki. Þannig ég komin út fyrir mitt svið, ég verð bara að viðurkenna það. Já, bara okkar svið. Já, í rauninni, sko. En þér líður nú bara samt alveg vel í þessari blússu, eða þessari náttblússu? Já, en ég, sem sagt, þó ég kalla hana náttu, þá eiginlega, sem sagt, myndi ég kannski ekki sofa í svona gerviefni. Finnur alveg munin svona, þú veist? Ég veit ekki, ég get ekki sagt þér hvort þetta andlegt eða líkamlegu munur. Ég bara get ekki hugsað mér, en það náttúrulega bara öðru vísi á húð. En er ekki því plast andar ekki? Eða, þú veist, það ekki svona... Jú, það held ég að fara nú svolítið eftir því, sko, fara eftir vefnaði og tækninni sem það unnið, sko. Já, hægt að... Það alveg... Það eru komnar hérna? Dásamleg. Talandum vefnar. Hér koma konur. Nú horfum við bara í hverju þið eru þið í ekta efnum eða eru þið í plasti? Í
second hand. Já, ég spyr, hvað er þetta gamalt? Það er það sem að er þetta mjög gamalt. Þetta er ekki merki á mínu, sko, þannig ég veit það ekki. Ég get ekki lofa neinu. Velkomin, vertu, Ólöf Arnar. Já, ég er í náttfötunum. Við erum í náttfötapartíi. Já, ég tók því þannig að við værum í náttfötapartíi. Þannig að, já. Já, þú ert líka komin í náttfötun. Já, í rauninni, sko, af því að ég fór ekkert úr joggingbuxum. Kósí föt, svona. Það er nefnilega sjást ekki á skjáunum. Þannig að þetta verður leyndarmálið okkar. Ok, við tökum okkur vel út. Ætlar þú að vinda þér bara í... Á ég vinda mig bara í lag? Já, það væri rosalega gaman að... Ok. Má ég segja samt söguna? Já, alveg. Sem að ég er að hugsa, sko, varandi lagið. Sko, ég er búin að vera að hlusta á konu sem heitir Molly Drake, eða hét Molly Drake, og móðir Nick Drake. Og hún bjó til bara endalaus, ótrúlega falleg ljóð sem voru bara stutt lítið lög sem hún söng og spilaði á píanó undir. Og hún gaf aldrei út plötu en svo bara einhvern tímann bara 2000, man ekki 11 eitthvað svoleiðis að þá voru gefnar út upptökur sem að maðurinn hennar hafði gefið út. Tekið upp, já, minna ég. Og þetta lag er rosa fyndið þannig að mér finnst mjög leiðilegt að taka til og finnst það mjög erfitt en þegar ég hlusta á þetta lag að þá get ég tekið til. Þannig að ég ætla bara að prófa að athuga hvort það komi. Little weaver bird sitting sadly in a tree, take my good advice and forget your misery. Your tears are all in vain, and regret can be absurd. Little weaver bird, get weaving. The year is going by, and the season's getting on. Don't you think it's time that you build yourself a home? She blinked her brilliant eye, I don't even think she heard. Little weaver bird, get weaving. Your children will arrive and expect a downy bed, for everything alive needs a place to lay its head. She looked at me and sighed, I don't even think she heard. Little weaver bird, get weaving. Well, I can sympathize with a heart that is distressed, but every bird who's wise will build herself a nest. She looked at me and sighed, and a miracle occurred. The little weaver bird got weaving. Wow. Takk fyrir. Því varum að tala að vefa sko líka, þetta passaði rosa vel. Hugsaði þess að við höfum bara búin að skipuleggja þetta. Það erum búin að skipuleggja þetta. Við erum hérna með textíl textilinn og weaver bird. Vá. Já, svolítið gaman á þessu. Ábæðslega er þetta fallegur textíl líka. Já, mjög fallegur, af því að hann snýst svona sko, þetta byrjar svona að hún er svona, það er fugl upp í tré og konan er að segja við fuglinn, ætlar ekki að get your shit together og hún talar endalaust við fuglinn og fuglinn bara hefur engan áhuga en leið hún sko sýnir fuglinum svona ákveðna samúð þá sko skilur hann það sem hún er að segja og fer að vefa sér
hreiður. Vá, en fallegt. Þannig er þetta svona, þá þarft þú svona vera mild í dómum þig sjálfa til þess að geta farið að taka, eða svona hlúa þínu hreiðri eða svo leys. Já, til þess að vinna í mínu hreiðri. Ekki Sofíu frænku stílinn svona í... Nei, það er ekkert fussum svei, sko, sem dugur á mig. Nei, en þetta er mamma Nick Drake sem er nú sko, ég held nú mjög upp á hann, en hann er svona, maður hlustar á hann bara í hófi að því að hann því hann er svolítið svona. Já, hann endaði líf sitt, já, hvað segir í sálmunum að Hallgríms líf mannlegt endar skjótt eða þannig. Já, hann fór alltaf snemma. Og er dálítið, það er svona ákveðin depurð. Það er ákveðin depurð, sko. Þannig að maður sér að mamman hefur líka verið svona stutt í depurðina. Já, svona melankólíu ákveðna. Hjá henni, sko. Hann hefur kannski verið í depurðinu en hún kannski svona aðeins í melankólíunni. Og hvernig grefur upp, sko, þessi lög sem að, og hvernig finnur þú svona út að þessi lög séu eitthvað sem að muni henda þér að syngja? Að því ég er búin að vera að hlusta á þennan disk sem að, þess að hún tekur lög eftir aðra og þau eru eitthvað svo ótrúlega, þú gerur þau að þínum en samt eru þau eitthvað svo fyndin svona vefnaður? Já, fyndin vefnaður og kannski ekki það líklegasta. Nei, ég meina það. Já, ég get ekki alveg gerur lýst þetta húmórutum bara eða? Nei, ég hef engan húmór. Leðilegt með það. Leðilegt með það. En þú ætlar að segja mér, hvað gerist næst? Hvað er að gerast? Hvað er þetta? Já, sko, nú er nefnilega næturvaktin byrjuð. Hún byrjaði bara Sigrún Sandra Ólafsdóttir sem er bara nágrannakona þín og hún er, og við erum frængur. Já. Já. Vá, 2 meðmæli. Bara í einu. Já, nágranni þinn og frænka hennar. Já, það getur ekki verið betri. Ég búið Grettisgötu einu sinni. Já. Ég held ég hafi leikt hann af þér þegar ég var ólétt af kríu fyrir 16, 17, 18 árum. Já. Fyrra líf og fyrra líf. Herðu, allt tengist. Allt tengist. Vefnaður. Já. Við tengjumst einmitt í gegnum sko vefnað að því að afi okkar var vefnaðar textil frumkvöðl bara og iðnrekandi og þannig að dætur hans ólust upp við svona og börn hans, það var svona mikil áherslu á hvernig sko efni var búin til eða þannig, munstrinn og uppistæðan og eða allt svona. Já. Ég hef ekki alveg náð þess að viðhalda þessari þekkingu nema bara mjög skaman að hugsa þetta svona eins og sem myndlíkingu og þannig. Þú pælir nú mikið í efnum og svona leirum og áferðum. Odni, jú, en meira kannski sko abstrakt, meira í svona en líka svo sem efnum, það er ekki það en ekki svona, þú veist, þetta er ekki maður er ekki kannski, nema ég er þetta með hennan spuna því að auðvitað þetta er geitaull sem er svo ofboðslega mjúk, þú veist, talandi snert þetta, hún er eiginlega jafn mjúk, þetta hérna mýksta. Já, þetta er eins og þetta er verulega mjúkt. Þetta er af íslenskri geit sko, þetta er eins og af kasmír sem þetta af indverskri. Ég elska geitur sko, þannig að ég er bæði sko geit í kínversku og svo er ég stengeit sko í venjulegu. Vá, tvöföld geit. Ég er tvöföld geit. Já, daldið svona margar, hvað er þetta, klaufar eða eitthvað sem það eru með? Jú, er ekki klaufar. Nú maður er svolítið þreyttur svona, maður ekki alveg ekki alveg anatómíu. Horn og hala. Geitin er, svona djöfullin var oft teiknaður upp sem geit. Já, akkurat. Það er alltaf skrítið, sko. Heldur henni ekkert inni, sko. Hún stekkur yfir alla girðingar og hún er voðablíð. Já, það eru þrjóskar eða svona, svona ákveðnar og hérna. Það er kvennorkan er sagt, þetta sataníska sem var svona bannfært í biblíunni. Það er þessi svona geit sem við þekkjum var í rauninni kvenvera sem ég mann ekki hvað heitir. En prógramið er sem þannig og Sigrún mætti hérna í náttfötunum, þar með hófst næturvaktin. Já. Í þessu marathoni og
svo mættir þú og söngst fyrsta lagið held ég sem að Já, verið fyrsta sungið lagið. hérna í dag, já. Og er það síðasta lagið líka? Alls ekki. Er það ekki? Nei, nóg til. Ertu alveg til í að syngja annar lag fyrir okkur? Já, ég er til í að syngja annar lag og Maður er eitthvað dálítið svona sólkin allt í hennu í tónlist. já, þetta er sem sagt lag sem að þú baðst mig að syngja hér. Þannig að þetta er allt þér að kenna. Já, ég veit Þetta svo er lag fallegt eftir Arthur Russell sem heitir Bíddu nú við. Hvað heitir eftir lagi? Mannaði ekki alveg. Ekki eftir að nefna það kannski út af, þú veist, stefgjöldunum. Já, ég er ekkert að nefna það. Þetta er bara æðislegt lag eftir æðislan mann. I close my eyes and listen to hear the corn come out. Can't you see, can't you hear the stars? They glisten as we go in and out. Down where the trees grow together and the western path comes to an end. See the sign, it says clear weather. I'll meet you tonight, my friend. Will the corn be growing a little tonight as I wait in the fields for you? Who knows what grows in the morning light when we can feel the watery dew? I just can't be there with no other. I know those hills will be true. Away from my sister and brother, down through the grasses so new. The air is sweet and steady, and flowers bloom out of sight. I know the sky is ready. Come meet me down here tonight. Will the corn be growing a little tonight as I wait in the fields for you? Who knows what grows in the morning light when we can feel the watery dew? Ó, takk fyrir. Ég er búin að hlusta þetta sko lag svo oft. Já, takk fyrir. Ég er ekki búin að spila það í mjög mörg ár. Ó, hvað er fallegt. Að því Það ég er gaman að rifja þetta upp. Svona, og ég hlakka alltaf svo til þegar það kemur þarna þegar þú syngur I know the sky is ready já. og hérna
þannig ég sko, allt lagið ég einhvern veginn spennt fyrir því að þú gerir eitthvað svona sérstakt við röddina, það er eins og myndast svona Tókst það núna? Já, ég var mjög spennt svona, Þú er spennt að vita hvernig það kæmi akkurat þetta sem þú fílaði Já, það var aðeins öðruvísi en á upptökunni en það var sama samt sem ég veit ekki hvað einmitt ég nokkru sér búin að vera á leiðin að hringi í þig og spyrja hvað það sem hún gerir þarna í Já, þú bara getur komið í tíma hjá mér ég þarf bara, ég geti bara fyrir að bjóða upp á tíma í akkurat þessum tón Já Þú syngur nú svolítið Ég söng í kór, já, ég syng bara alla daga og svona fyrir sjálf mig, en ekki opinberlega en það þegar ég er á leiðin í vinnuna þá ef ég fer á bílnum þá er ég stundum að hlusta á samstöðuna vegna þess að mér er svo gott að hlusta svona hvað hefur hina þættina sem maður hefur ekki verið sjálfur til þess að svona vera það er svona ákveðin metnaður svona hvað hefur verið að ræða og svona búa til ákveð þetta er svona eins og þetta sé einhvern skóli maður langar til að halda áfram og byggja það á þeim grunni í umræður og svona en stundum hef ég bara hugsað nú kannski bara ágætt að slökkva á útvarpinu og þá er ég núna bara í marga viku búin að smetla þessu lagi á svona, til þess að það einhvern veginn hreinsar svo hugan og setur mann í svona gott og þá kemur af hverju þetta lag það er bara einhvern veginn það er eitthvað tekík bara já, það er bara einhvern veginn hvernig þú syngur það þannig að ég var eitthvað spökulega með langaðis að spyrja af hverju hvaða tilfinningu setur þú í þetta lag? Ég sé þetta bara sem svona ástalag og svo sé ég svona af því ég sé tónlist sko en þannig að þetta er svona nokkra rásir sko ég sé tónlistina sko myndrænt á einni rás og svo er svona cinematísk rás líka en þetta er voðalega fallegt það er margt fallegt í þessu lagi eins og sko þessi eftirvænting sko will the corn be growing a little tonight as I wait in the fields for you þetta er svona merkingin er kannski ekki endilega sko hvort að sko kornið vaxi í alvörunni þú veist þetta er meira svona myndlíking en ég sé einhvern bara fyrir mér einhvern mann á engi sem að þráir að hitta ástina sína hvort þetta er karllega kona eða hvað hann, hún, hán eitthvað já og bara getur ekki beðið og sér himinin líka það er svo fallegt sko í þessu líka það er I know the sky is ready það er nú akkurat línan sko þess að þú setur þetta já það var línan það er uppáhalds línan mín í laginu þannig að þú er greinilega eitthvað að nema þetta hjá mér já að því að himinin er tilbúin en þá er það nokkuð að því að himinin er tilbúin að því að hann er að fara bara að deyja eða þannig nei, alls ekki sko nei, þetta er meira bara svona núna raðast stjörnurnar rétt þannig að við getum orðið enn ástfangnari já í raun og veru, ég sé það þannig já, og allt hefur sinn tíma bara svona eins og hringrás náttúruna líka þegar maískólfarnir eru tilbúinir og fólk er tilbúið til að verða ástfangið eða eitthvað svo leiðis já, og svolítið skemmtilegt líka þetta see the sign, it says clear weather þú veist eitthvað svo skemmtilega abstrakt svona allt í einu bara eitthvað skilti sem segir, nei það er gott veður í dag það er skemmtilegt svona eitthvað, þetta er rugl sko það er gaman að því líka já, það er náttúrulega eins og maður er að keyra og sér hvort það er vindkviður eða hvernig veðrið er það er nú gott, þægilegt á Íslandi ef að maður getur bara fengið eitthvað skilti í staðan fyrir bara öll lausaganga hundabönnuð þú veist að það stæðið bara það verður súld eða rigning í dag já,
Já, það nú. Færð þú aldrei inn á veður.is? Jú, það er náttúrulega ekki skilt í Nei. Það vefsíða. Allt annað mál. Já. Þetta allt annað sem hún að tala Já, hún bara, já. Kemur frænkaðin þér til varnar, sko. Já. Eða mér til stuðnings. Já, öllu heldur. Frængur eru ansi góðar, sko, stundum. Frængur eru góðar og gaman að eiga frænd fólk líka, finnst mér. Já. Ég held að frændur þínir koma yngi á eftir til dæmis. Já, einmitt. Í stúdíóið. góðir. Já. Það er bara Arnalds. Það mengi sem að þú, ég var einmitt að vona að þeir myndu kannski koma og þú myndir vera hér. En þá að því að þú ert nú svo sem að rekur mengi eða svoleiðis. Já, ég get ekki sagt að ég reki mengi en þetta er svona maðurinn minn er listræn stjórnandi staðarins og þetta er svona áhugamál hjá okkur að halda þessu einhvern veginn gangandi. Mengi er á Óðinsgötu í miðbæ Já, Reykjavíkur. Óðinsgötu 2, já, akkurat, beint á móti systrasamleginu. Já, og fyrir þá ekki sem vita, margir kannski sem vita ekki hvað mengi er, að þetta er svona staður sem að mengi þetta er ekki leikt og til þess að vera með viðburði af ýmsum toga. Þetta er góður hljómburður. Já, það er góður hljómburður þarna og við erum með mjög metnaði fulla dagskrá sem er mjög vel samansett af bara öllu því nýjasta sem að gerast í músík á Íslandi og þetta er svona ákveðin útungunarstöð líka fyrir ungt fólk sem að byrja, sem að stíga sin fyrstu skref og þetta er líka ákveðið samfélag listamanna, þannig að sko þarna er fólk að mætast, sko það er ýmist kannski fólk sem er komið mjög langt sem að prófa eitthvað sem að þau eru aldrei gert áður eða kannski fólk sem er bara að byrja að gera það sem það er að gera og er að prófa einmitt það. Þannig þetta er svona og það verða líka til bara alls konar tengsl og þau ná alveg langt út til landsteinina líka. Þannig þetta er svona, þetta er eitthvað vefnaður af kúltúr, músíkkúltúr. Vá. Ert þú meira í þeim vefnaði heldur en svona vefnaðinum, þú veist, vefnaðinum eða þannig? Pælir þú eitthvað í því hvort ef þú kaupir það í búð og þú sagðir að þetta væri sko second hand eða hvað heitir það nú á íslensku? Bara í raun og veru bara notað. Já, notað, já. Notuð flík, já. Notuð flík. En úlingarnir segja sko þriftað. Já. Þetta er þriftað. Já, það var bara íslenska, sem sagt, enska. Já, það segja úlingarnir. Þetta er þriftað. Já, það er mjög gott. Eða þetta eru loppubúð. Þetta eru loppubúð. Það er bara einhvern veginn, já. Er það ekki danskt svona, loppa? Jú, allir ekki. En, já, úlingarnir myndi segja sem sagt að þetta væri þriftað. Já, en það er nú kannski ekki. En ef að þú ferði, ert þú í þriftnotað? Þú sagðist þér í þriftæðri flík að þú orðaðir öðruvísi. Já. En þannig að þú bara, ert aldrei ána með það að vera ekki að kaupa eitthvað nýtt og vera... Já, mér liður bara mjög vel að setja peningarna mína frekar í eitthvað svona gott dæmi heldur en bara beint inn í einhverja svínamaskinu. Svínamaskinu? Já. Hvað er það? Hvað er svínamaskinu? ég veit ekki, ég var að búa þetta orð til. Nei, bara, þú veist, ég vil frekar að peningarnir minni fari ekki í vasan á fólki sem að heldur úti Svínarí og þrældómi og hvort sem það er fólkið á gólfinu eða börnin sem eru að búa til, sko. En ekki að ég sé eitthvað heilu í þessum efnum, en minn áhuga á svona gömlum nýjum fötum byrjaði bara mjög snemma. Ég var bara 14 ára farin að kaupa öll fötum mín í hjálparhúsarnum og var komin meira í það góðan díalóg við konurnar sem voru að vinna þar að
ég þurfti ekki að kosta henni til á endanum. Ég fekk að brjóta saman föt og fá föt í staðinn. Vá, þú varstu svona góð í að brjóta saman föt? Ég var ekkert góð í að brjóta saman föt. Ég bara var að versla svo mikið og náði góðu sambandi við þessar góðu konur sem voru að vinna þarna í Garðastrætinu þar sem þetta var. Og þær bara sögðu bara, já, þú mátt bara brjóta saman föt og fá föt í staðinn. Og þannig að ég komst á þann díl og ég veit ekki til þess að neitt annar hafi verið á þeim díl nema ég. Nei. Þannig að ég bara get monta með að því. Vel gert. En varstu samt góð í að brjóta saman föt? Nei, ég er ómöguleg í því. Nú er það? Ég meina, vandaðir þig ekki samt? Ég vandaði mig eins mikið og ég gat. Já. Jú, ég kann alveg. Auðvitað ertu góð í að brjóta saman föt. Já. Já. Ég er góð í því. Hvursta spurning er þetta hjá mér líka? Ertu góð í að brjóta saman föt? Nei, þetta er hún það. Núna kemur mér til varnar. Auðvitað er hún það. Þeir eru nágrannakonur. Já. Góðar grannkonur. Já. En þá þetta nú ekki verið einhver svona leiðenda yfirherslu hjá mér hérna með fötin? Nei, og bara hvað þú ert góð að brjóta saman, en ég er að hugsa en sko, pælir þú í því? Mér er bara svona áhugavert að því að rétt áður þegar komið inn í stúdíóið þá vorum við að tala um plast, sko. Já. Og plast, hún var að rifja fyrir mér, ég var búin að gleyma, plast er sko búið til olíu. Og hún var að segja okkur, það er eiginlega skelfilegu tíðindi að þótt að sé löngu ljóst að plastmengunin er bara hræðileg og erfið, sko, viðuregnar og skaðleg, að þá sé ennþá stór hluti hvað er þetta fattaframleiðslu sé úr plasti og það sé vegna þrýstings frá hvað það eru, bílaframleiðendur? Nei, það er ekki beint þannig, sko, heldur sem sagt, ég hef lesið það að það sé að koma þrýstingur frá, sko, olíu- og gasframleiðendur af því að það er að fara að minnka notkunin í samgöngunum, að þá er svona frekar, er svona verið að hérna íta olíunni þangað í fattaframleiðsluna. En það hefur, sko, þetta er alltaf að aukast, sem sagt, hlutfall plasts í framleiðslu fatnaðar er bara alltaf að aukast, skiljið, það er bara alltaf meira af því allt þetta drasl, þessir þetta eitraða drasl, þessir ofurhrað tísku framleiðendur þeir eru svínaríið notar mest gerviefni, plast sem að við verðum að fara átt okkur á að er gert úr olíu og gasi sem er verið að pumpa upp einhver staðar til þess að búa til. Þetta er ekki óþjóðandi byrðir heldur, þannig að þetta er svona Nei, en og það er aðeins verið að magnið sem að magnið og neyslan svona sem að er komin algjörlega úr böndunum. Já. En þess að þegar við búin að heyra þessi skelfilegu tíðindi með plasti, sko, þegar þú ferð í búð, allar að kaupa til þess að í Rauða Kross búðinni nei, hér hvað sagðirðu? Hjálpræðisir, já. Nú svo þreytti við hjálpum þér. Búð, herstu og anstæðingar, Hjálpræðisirinn. Það er önnubúð. Ert þú þá, lestu á miðan og aðtóðar, er þetta plastflík? Nei, ég geri það ekki. Nei. Ég gái bara, þetta er bara flík sem er búið að búa til. Nákvæmlega. Og það er bara góð lína að taka, sko. Já, bara búið mjög til, góð. bara passar þetta á mig, kemst ég upp með að vera í þessu og þá bara, og ef ég gerir það þá kaupi ég það en mér líður betur með það heldur en mér líður betur með það heldur en að kaupa nýja vöru, þú veist, þetta neyðist maður stundum til þess líka eins og með skó og svona Já. En hún var að segja að ef maður hefur keypt plastflík eða ef það er búið að búa til plastflík þá er bara kannski gott líka að endur nýta það og reyna að nýta það sem lengst. Nota það sem lengst. Það er alltaf best að nota það sem lengst. En við vorum að byrja að ræða það, sko, hérna við erum báðar kannski aldar upp í því að sko svona ákveðinni
andúð á plasti, þú veist, að maður bara Já. einhvern veginn eigi ekki, eða maður lítur á miðan og svona virkilega hugsa sér tvisar áður að kaupi sér plastflík, sko. Já. Og bara líður kannski ekkit, já. En þetta er líka kannski ekkit svo, af því við vorum að tala sameiginlega forföður okkar, hann Kristján í Ultima, og ég ætla kannski, að því það er nú fjallað hann í þessari bók sem við töluðum hérna í byrjun, að það var auðvitað, hann var að framleiða úr íslenskri ull. Það var engin plastframleiðsla í gangi, skiljiði. Nei. Þetta var bara allt saman, þetta var karlmannaföt og einkennisfatnaður fyrir lögregluna og fyrir slökkvilið, og þetta voru presshempur og svo voru bara þegar þér finnst að passa að lesa úr sko lýsingunni á biðröðunum og þú veist stemmingunni sem var í kringum þetta fyrirtæki hans. Það er bara stórkostlegt. Ultima? Já. Vá. Já. Hvenær var þetta? Já, nú skal ég bara byrja að lesa. Já, er þetta ekki bara er þetta ekki bara á næturvaktinni, klukkan er það ekki bara áfjætt? Klukkuna vantar 4 mínútur í miðnætti og þá erum við búin að vera í þessari marathon beinútsendingu frá því klukkan 7 í morgun. Það er dálítið langur bara ágætistími og ég held að við séum þá búin að ná einhverju Íslandsmeti í beinni útsendingu. Nó. Já. Hér sitjum ekki við. Það sé kannski neitt sérstakt svona markmiði sjálfu sér að ná einhverju Íslandsmeti en nei, ég meina bara stemning ég meina hefur þú eitthvað náð Íslandsmeti? Íslandsmeti? Já, örugglega bara í kjánaskap. En Sigrún Sandra les upp úr bók eftir Já, minna á eftir hvert bókin já, ég skal sko gera það. Ég er að lesa upp úr bók Ásdísar Jóelsdóttur sem heitir Saga fatagerðar og fatahönnunar á Íslandi frá lokum 19. aldar til byrjun 21. aldar og við vorum sem sagt að bara í þessu ég fór svona svolítið þegar ég var að skoða þetta verkefni mitt þá fór ég svolítið svona að skoða mínar ættir og hvernig og þá bara áttaði ég mig á því að þetta svona snerti mig kannski meira heldur en að ég hafði gert mig grein fyrir áður ég náttúrulega alin upp í tískuvöruverslun og Já, mamma þín rækt tískuvöruverslun Já, og það er líka hún hét Guðrún og það er líka kafli hana í meistarritgerðinni minni og það er minnst á hana í þessari bók líka og þá svona fór maður aðeins að fatta að þetta efni kannski bara var svolítið nær mér heldur en að þetta var ekki bara einhver svona að fara að skoða einhver umhverfismál en Ultima var sem sagt þekkt fyrirtæki á þessum tíma er verið að tala mynd af Kristjáni Friðriksinni stofnanda og eiganda Ultimu 1953, alveg með hópa starfsfólki. Þetta í kringum 50, sitt hvort megin og seldi klæðsgerðarsaumaðan karlmannafatnað. Ultima setti einnig upp vefstofu á 7. áratugnum og óf þá dúka í fatnað, áklæði, gluggatjöld og teppi en mikill fjöldi starfsmanna vann hjá fyrirtækinu á þessum árum. Á árum haftatímabilsins mynduðust gjarnan langar biðraðir af karlmönnum sem biðu óþreyjufullir eftir afgreiðslu hjá verslunum eins og Ultima. Ekki var óalgengt að beðið væri frá kvöldinu áður og fram á morgun. Og hér erum við hánótt eiginlega. Góð stemming var í þessum biðröðum. Meira að segja var slegið upp tjaldi við biðraðirnar og selt kaffi. Í Fálkanum árið 1948 birtist auglýsing frá Ultima sem þá var á Berstaðastræti 28 nálægt okkur. Hvað er ekki Holtið bara 20? Þetta bara það rétt, já. Og hún hljóðaði svona. Sumarföt, sportjakkar, ferðadraktir. Höfum jafnan fyrirliggjandi föt úr sterkum íslenskum efnum.
Vér ábyrgjumst að sniðið á lagarfötum frá oss sambærilegt við það besta sem gerist annar staðar í heiminum. Vá. Já, Ég rak bara augun í þetta bara áðan og hugsaði þetta þetta rosa catchy. Þarna var ekkert þarna var plastdrasli bara ekkert mætti leik, sko. Nei. Í raun og veru. Ábyrgjast. Og ég fann jakkaföt frá Ultimu í loppubúð í Kópavogi. Hættu nú alveg. Jú. Ég sá bara á erminni, ég bara talandi að hafa þetta í einhvern veginn augunum og puttunum, ég sá bara ermið þarna á einhverjum rekkum, þið viti nú hvernig þetta eru svona alveg rekkar og rekkar að fatnaði og ég sagði það eitthvað gott í þessu það eitthvað gott í þessu, best að kíkja á þetta. Það var bara miðin í Ultima og ég keypti þetta eru sem sagt buxur, vesti og jakki og allt og stórt og ég bara kippið þessu með mér og og borgaði alveg, það var alveg sett á þetta held í 10.000 krónur sem alveg, það var ekkert mikið fyrir þessi gæði, þið viti bara ekki sko bara ekki brot raunverulega af og var ekki að máta þetta neitt og svo ætlaði ég kannski að tók ég þetta fram daginn og ætlaði að fara að skoða þetta, sé ég að það hefur verið sett þjófavörn í sem hefur ekki verið tekin úr og ég þarf að fara upp í Kópavog og láta taka þjófavörnin að því mér langar svo að láta breyta kannski og annarkort að sníða þetta á mig eða börnin eða ég veit það ekki. En að skella því bara í þvottavélina á suðu, þá náttúrulega hleypur það og þæfist. Já. Nei, ég held að sé eitthvað ruglast. Áðan varstu að mæla með að fólk myndi kveikja í pólíestifötunum sínum til þess að tjekka á hvort þetta væri. Já, ég get ekki heldur mælt með þessu ráði. Að skella í vélina og láta þæfast? Skella jakkafötunum í þvottavélina. Hvernig þau vera í einhverjum út úr þæfðum? Ég bara það myndi minka. Bara munið ekki eftir stuppi. Ég get ekki mælt með þessu. Nei. En þetta er eiginlega ofverðmætt sko klæði, en það er svolítið gaman að skella svona einhverju stóru einhverju svona, minna verðmættu í suðu og sjá hvað kemur út. Já. Ertu til að taka eitthvað í viðbót? Takk fyrir lesturinn, Sigrún Sandra. Ánægum, þessari áhugaverðu bók. Já, þetta er nefnilega mjög áhugaverð bók hennar Ásdísar. Hvað heitir bókin? Saga fatagerðar og fatahönnunar á Íslandi frá lokum 19. aldar til 21. aldar, til byrjunar 21. aldar. Ætlaði að koma með? Já, komið nú. Þetta er svona kvenna. Já, endilega. Ég eru komnir góðir gestir til viðbótar. Það er Þórdís Bjarnleifsdóttir sem er dagskrárgerðarkona hérna á Samstöðinni. Vertu velkomin og takk fyrir að koma. Takk fyrir boðið. Hæ. Þetta er svo notaleg svona kvennavaka. Og Maríu Lilju þurfum við nú vart að kynna, en kynnum hana samt. Já, fáum ekki nóg því. Er ekki bara rólegt? Rólegt yfir og miðnættið skollið á bara, það er ekkert eitthvað bara, ekki breytt miklu. Kappakstur kannski svona aðeins á. Það er laugardagskvöld. Já, svona, en það var ekkert meira en það. Við erum bara eins og í baðstofunni, það er verið að stilla hljóðfæri. Já, og lesa upp úr góðum, það er svona húslestur og hannyrðir og ýmislegt verið að gera. Já. Ert þú góð að spinna kannski? Þú ert nú... Ég er óttalegu klaufi við þetta. Já. En Ólöf ætlar að... Það vantar kannski þolinmæðin í þetta, eða ég veit ekki hvað það er. Ég hef búin að prófa þetta margoft, en það hefur orðið svolítið mikið svona laust í reipum. Laust í reipum. En þú hefur sér lært það? Já. En viltu prófa? Má ég sjá svona, eða viltu það síður?
Ég held bara, kannski mögulega ef ég fengi að sjá þig gera þetta, þá myndi rifjast upp, sko. Ég kann það ekki, sko. Nei. Ég geri það og það er alveg opaslega nögrótt. En við náttúrulega hefum verið í sveitin að rækta mjög sérstakt fé sem er svona ullarfé. Já, er það feldfé? Já. Og það er á þínum bæ? Já. Alveg rétt. Það er svona, það var að byrja að rækta það 1980, feldfé þar. Þannig að það er svona elstu feldfjáræktabændnir með stæðsta stofnin. Þannig að það er ýmislegt verið að gera með ullina, sko. Vá. Já. Hvað heitir, má segja hvað bærin heitir? Sko þetta er Melhóll. Melhóll? Já. Nálagt Kirkjubæjarklaustri eða? Já, það er meðalandi af Kirkjubæjarklaustri. Já. Og hvað gerið þið við, sem sagt, vinnið þið ullina eða sem sagt, sendið hana til? Við höfum svona bæði verið að selja sko bara ullina beint af kindinni og svo höfum við líka sendað sko til Danmörkur til að láta spinna fyrir okkur þar. Já. En í uppspuna sem er lítil spunaversmið á Suðurlandi, þau hafa líka eitthvað verið að spinna úr feldfé? Jú. Já. Hún Hulda hefur svolítið gert það. En það hefur verið svona minni framleiðsla sem við höfum farið með þangað. Þú veist, það er þetta íslenska kapitaliska fyrirkomulag sem að þú þarft að vera svo rosalega stór á markaðinum til þess að í rauninni svona lítil fyrirtæki eins og uppspunni ánáttúrulega svolítið erfitt uppdráttar í íslensku samfélagi og það kostar svo mikið að láta spinna fyrir sig mörg kíló, skilur. Já, það er meira að þú farir bara kannski með 1 kíló eða 2 kíló til hennar. Það er ódýrar að senda það út og láta spinna það fyrir sig þar og senda það aftur heim, sko. Að því mann það líka hugsa, sko, svo er maður að selja þetta frá sér. Þú veist, þá þarf maður svolítið að meta það, þú veist, er ykkur að fara að kaupa dokku á 5.000 skall eða fattið hvað ég á við, sko. Þetta er svona, en við erum svo mikið svona hráefningsþjóð. Við erum ekki mikið að framleiða. Að vinna svona. Já. Einu svona voru verksmiður hérna út allt. Já. Húsgagna verksmiður og stál líka og bara svona klæðningar. Já, feldfé mjög svona lítill stofn yfir allt landið og að láta Ístex til dæmis vinna fyrir okkur. Þá þurfum við að safna sko 250 kílóum Já, til þess að þeir myndi fara að vinna fyrir okkur. Já, hvernig bara svona af hérna einni rollu, hérna hvað kemur mikið af 2 kíló. 2 kíló. Það er 2 kíló, já. Og Ístex er það ekki svona stórt fyrirtæki sem að býr til svona túristaförur, eða ekki? Jú, þú veist, þetta er gamla Álafoss sem heitir Ístex. Já, og býr til alls konar klæðnar, ekki bara fyrir túrista, neitt. Já, en þeir eru samt aðalega svona fyrir bændur, þá taka þeir ullina og vinna úr og svo getur þú keypt lopan frá þeim, skilur. Já. Plötulopan og léttlopa og allt þetta, en ég meina fyrir okkur þá þyrftum við vera með 250 kíló. Við tókum okkur saman hann nokkur bændur og söfnum saman. Ég held að hvort það hafði ekki 2 ár að safna 250 kílóum, sko, af mörgum bæjum, sko. Wow. Þannig að þetta er svolítið við erum bara svo mikið hráefnisþjóð, sko. En svo líka þetta alltaf áherslan á þennan stór iðnað og stórversmið. Nú erum við bara með einhverja risa versmiður, en vantarlega við þessar minni versmiður sem einhvern veginn bara vinna úr okkar efnum og þannig. Og þá getum við nú bara til dæmis, fyrst við erum í þessu maraþóni mynd að það er líka gott að hafa svona litla fjölmiðla og reyna að styrkja litla fjölmiðla, þannig að það sé ekki bara einhverja fjölmiðla samsteypul og svona einhver, má ekki segja, og til dæmis eins og vorum að tala mengi, listamannareikin rými eða minni leikhús og þetta er svona kaupmaðurinn á horninu stemning. Já. Líka blaðmaðurinn á horninu, blaðsalinn á horninu. Já. Við söknum þess öll svolítið, þessu hverfólum, það skulle ekki vera fisksalar og
Já, og það líka, ég finn fyrir því, ég bý 101 og ég upplifi bara 101 sem bara algjört útkörfi. Já, það svo miklu minni útkörfi sem stúdvilt af masstúrisma og þú getur ekki komist til skósmiðs og þú getur ekki keypt þér nál og tvinna til dæmis. Það fæst ekki í miðbænum. Og bara erfitt að kaupa í matinn raunverulega. Já, faktist, já. Ekkert kannski erfitt, en mér finnst alveg svo merkilt að maður fyrir út í útkverfin og fyrir súpermarkaðinu þar, hvað það eru miklu svona betri súpermarkaðir og alls stærri. Þeir eru ekki svona túrista með þeir. Ég fann þetta einmitt líka þegar ég bjó Hólmavík í eitt sumar og þar það sem að Hólmavíkingar þurfa að lifa við að það búið að skipta bænum þeirra, það þjóðvegurinn og sjoppan og svo þessi fallegi bær fyrir neðan sem að fáir einhvern veginn slæðast inn í flestir stoppa bara í sjoppunni en stoppa bara til þess að kaupa sér samloku, grípa smoothie og allt þetta. Hvar þetta fyrir ekki? Á Hólmavík. En svona fyrir vikið þá bara þessi eina búð sem dýr, þetta keðja og það bara svona grab and go vörur í boði í bænum og þetta var eitthvað sem að sveið rosa mikið bara fyrir mig að kaupa í matinn. Já, ég skil. Bjóstu þarna á Hólmavík eitthvað tíma? Já, í eitt sumar fyrir 2 eða 3 árum. Guð, það líður svo skringilega tíminn. Ég get aldrei staðsett mig. En var ekki gaman? Jú, það var alveg dásamlegt. Mér þykir mjög vænt Hólmavík. Ég á fjölskyldu þar. Ég ættuð þaðan. Ég hef ekki mikið tengsl svona haft í gegnum árin við Hólmavík. En fluttið þangað, fékk rosa fína stöðu, svona sumarvinnu og fékk að vera forstöðukona íþrótta- og tómstundasviðs í bænum. Ég leysti af konuna sem var í því jobbi í yfirsumtíman en svo það var ekki alveg fyrir mig. Það svolítið erfitt að koma nýr inn í bæ og koma einn og nýr og sérstaklega maður kemur og maður verður svona yfirmaður eitthvað sem hafa verið lengi og maður kemur einhvern veginn svona reynir að skipa fyrir þeim sem fyrir eru og þá hlustar enginn á mann. Það er kannski ekki einmitt mjög leið til að koma nýr inn í samfélag að koma sem yfirmaður. Nei, ég mæla ekki með því. En fórstu í hvalaskoðun? Þar frá Hólmavík? Ég fór ekki sérstaklega hvalaskoðun en þeir eru mikið koma þarna inn í Steingrímsfjörðinn og þarna allt kring einhvern veginn þannig að þeir eru þarna bara einhvern veginn. Langar svo að fara í hvalaskoðun frá Hólmavík, það víst alveg stórkostlegt sko. Já, ég meina þegar ég sá það bara út gluggann sko, það mikið líf. En fórstu ekki alltaf á galdrasafnið? Jú. Ekki alltaf, en svona. en jú, ég fór á galdrasafnu vissulega, en það er svona kannski svolítið líka eins og annað, það er svolítið svona Disneyland, Legoland. Ég var að tala, nei, mér það nú ekki. Nei, svona, þú veist, þetta er svolítið kannski, svona túristamiðað kannski svolítið. Já, ég fannst það ekki samt. Mér fannst það að vera svona mjög... En það er dásalegt, rosa góð súpa þar. Já. Ég var að tala við Ólínu Kjærúlf Þorvaradóttur í morgun galdra og svoleiðis og galdrabrennurnar á ströndum og svoleiðis, ofsóknirnar eða þannig. Veistu hvort það er galdrablóðið þínum æðum? Já, heldur betur. Veistu það sko? Já, það eru bara allir hinn eru verstu, held ég. Galdraloftur og félagar. Býttu galdraloftur, hvað æðislega pípa var það? Galdra... Það er forfaðir Maríu Lilju. Já, hann reyndi að það var hvað hét hún, Rauðskinna? Já, hann reyndi að ná henni upp úr gröfinni. Já, biskup sem mann hérna búið á honum. Skrifaði ekki Jóhann Sigurjónsson leikrit galdraloftur? Já. Og hvað var hann að gera, galdraloftur? Hann til dæmis notaði ambottina sína eins og hest. Eins og hest? Já, alls konar. Pískaði hann áfram og leta hann að bera sig.
samkvæmt einhverju sem ég las einhvers staðar. Já, heillandi maður. Var hann þá á 4 fótum eða? Já, þetta var hann náði að einhvern veginn að svona neppa í ykkur álög og hún hljóp svona með hann út alla sveitir. Á bakinu bara? Já. Huggulegu maður. Já. Dugleg kona. Huggulegur maður. Ertu með annan lag? Já, ég er með annan lag. Ég var að henda okkur úr galdralofti yfir í Hendum okkur úr galdralofti yfir í Tár í morgunsárið. Ég þarf aðeins að stilla það. Geturðu sagt okkur eitthvað frá laginu eða er það, ef við heyrum það eftir bara? Ég er bara forvitin að heyra hvað þið sjáu fyrir ykkur. Okay. Í stundi því ég er að spila á tónleikum að þá ger ég grín að fólk sé búið að vera að hlusta á tónverk þegar ég er að stilla gítarinn, sko. Að þetta sé já, þetta er svona stillimyndin. Hann elskar har minn sem ég finn hann alveg, ég finn hann alveg, ég finn í ljósinu sé ég hann sér mig alveg, sjá mig sjá mig, sjá hann niður lækinn fljóta sóleyjar fljóta í átt að hjara veraldar. Þær toga stundum á í mér tilfinningar. Ertu að ná mér alveg hingað? Leið mér að gefa mér allt sem ég er og gera að engu það sem orðið er. Í upphafi var konan og konan var Guði og konan var Guð sérðu mig, sérðu líkama minn, er hann líkami minn, er hann minn, er hann líkami minn. Niður lækinn líður fleyið mitt. Líður í átt að hjara veraldar.
og falleg. Takk fyrir. Takka þér fyrir. Þvílíkur söngur. Takk fyrir. Þetta er alveg bara, er þetta ekkert erfitt að syngja svona einhvern veginn? Þetta er bara eins og þessi alveg að, þetta er bara eitthvað að ganga upp einhverja hlíð og bara Já, maður er bara alveg að bresta. Getið skrika fótur á hverju stundu en einhvern veginn, maður er samt að lyfta þær upp einhvern veginn fyrir þyngdarlögmálið eða þannig. Já, maður er svona eitthvað að reyna það. Maður er eitthvað að reyna að, hvað heitir þetta aftur, að levitata. Upp. Hvað er en sko, þetta er dálítið mikið uppáhaldslag líka hjá mér. Það er eins og ég hef bara beðið að koma með svona uppáhaldslög. Þakka þér hjartanlega fyrir. En áttu við að segja, viljið þið segja, stúlkur, hvað segir kennarinn Ólöf Arnalds? Hvað spyrðu nemendurna? Að hverju spyrðu? Hvað sáðu þið fyrir ykkur? Nei. Kæri nemendur. Ég er bara mjög forvitin. En það er ekki... Jú, það er einhver svakalig tókstreita. Já, tókstreita. Já. Kannski örvænting. Já, hún er þarna líka. Er það ekki? Já, jú, totally. Og líka einhver svona evi, býtu, erum við að fara í þess þátt, erum við að fara, eða býtu í hvort erum við að fara hérna? Einmitt. Þetta rýmar allt við það sem en það heitir eftir, hvað heitir lagið? Tár í morgunsárið. Já, einmitt. Já. Mér fannst að vera kannski svona, kannski svona, svolítið bara mikla tilfinningar, líka bara svolítið sorg eða Já. Þetta er svona samt einhvern veginn, ég veit ekki, með einhver svona von takk fyrir að segja það. Það er nefnilega mikið von í þessu lagi líka. Léttleiki fannst mér. Léttleiki nefnilega líka. Já. Gleði í sorginni svona. Gleði í sorginni, sko. Já, maður þarf að vera víst að vera kátur þar líka. Alltaf þessi krafa. Hvað erum við líka án vonarinn? Já, við þurfum að hafa hana, sko. Við þurfum að hafa hana. Þú mistir af sko laginu sem að Ólöf smellir á fóninn þegar hún þegar hún ætlar að taka skurk og taka vel til heima hjá sér og hrúa sínu hreiðri. Þá þarf hún með þetta svo góð áminning að fara yfir í svona mildur söngur, ekki svona harkan. Nei, ekki harkan 6 og áfram gakk. Búin að finna eitthvað svolítið lögmál. Það er eitthvað svo mikið það er svolítið svona skvaldur hérna frammi. Já, ef að gá, kannski er einhver æstur að taka við af mér. Einhverju frændgarðinum tilbúin að taka við af mér. Já. Og vilt þú fara að aðtöku hvort að frændur eru mættir, en það væri nú voðalega gaman sem að þú myndir nenni að sitja áfram ég til að sitja áfram sko ef ég má. En þú mátt fara sko, þú ert búin að Nei, ég fíla þetta sko, mér finnst gaman að þessu. Ég ætla að tekka hérna hvað er að gerast þetta með frændu mína. Það er ekkert víst sko, þetta séu að frændur séu, hvað er klukkan? Nú lítum við á, það er bara tíminn, klukkan er að vera 12:30. Það er líka spurning hvort að við kannski í þessu marathonreglum þarna, hvort að við megum við taka smá pásu eða svoleiðis. Er komið að því eða Nei, þetta er marathon. Jú, það er þessar marathonreglur, það má svona það fá allir. Mér þess að bakkarsklauparar fá skilur 10 mínútur á milli sko. Já, ég hef aldrei hlaupið sko marathon, ég verði vikinu það. Hafið þið hlaupið marathon? Nei, ég hleyp ekki bara. Nei, helst ekki. Ég er nú bara heppin að geta labbað á milli húsa, þannig ég finn nú ekki að hlaupa marathon sko. Nei, ég held að maður fara ekkert en er ekki marathon held ég nefnilega hlaup þessa helgi eða allavega bráðlega, ég sá einhverju eru að hlaupa marathon. Það er alltaf einhver hlaup.
En eigum við að koma aftur hérna, þið til að vera áfram í partíinu eða bara fara í partí frammi, náttfatapartí? Í náttfatapartí? Er annað náttfatapartí frammi? Það er svo lífrætt hérna. Sigrún Sandra Ólafsdóttir og Þórdís Bjarnleifsdóttir. Þeir eru búin að sitja þetta með okkur og Ólaf Arnalds að spila fyrir okkur og María Lilja og ég heiti Oddný Eir og María Pétursdóttir er með okkur á tökkunum. Og við ætlum að fara og ég þakka ykkur hlustendum og áhorfendum fyrir að vera með okkur og bið ykkur kannski bara að veit ekki doka við eða bara fara að sofa, þannig kannski skynsamlega að fara bara að sofa en við ætlum allavega við komum hérna eftir 5 mínútur aftur og ætlum þá að ræða við unga ofurhuga og kannski heyra nokkra tóna í viðbót. Takk. Jæja Dóra, gaman að rekast á þig. Þekkir þú Samstöðin? Já, ég horfi mjög mikið á hana. Meira að segja þegar ég erlendis. Þá stilli ég bara á 5 hjá Símonum. Gaman að heyra það. Hvað er það sem að heillar þig við Samstöðin? Ég horfi mikið á rauðaborðið, á viðtölin og líka á viðtölin hjá þér. Man ekki alveg hvað allt heitir. En mér finnst þessi góðu og mörg góð helgarviðtöl held ég að þau heiti og ég náttúrulega vann með Gunnari Smára Egilssyni í gamla daga og hann er einn okkar skarpasti blaðamaður og sjónvarpsmaður. Sammála því. Hann er mjög inn í öllum málefnum, hann er kannski ekkert allra og ég er ekkert alltaf sammálunum. Ég teka fram, ég er ópólitísk, ég tilheyri engum flokki. Ég brúka kjaft bæði til hægri og vinstri og gef kompliment bæði til hægri og vinstri. Mjög gott. Ég vil ekki láta stjórna mér af einhverjum pólitíkusum þó að ég beri virðingu fyrir þeim öllum og öllum flokkum. Ég ber virðingu fyrir trúarbrögðum allra og eins og ég segi pólitískum skoðunum, ég dæmi ekki fólk. En mér finnst ég sakna óskaplega mikið að hafa ekki, ég er svona manneska sem finnst betra að lesa bækur og blöð heldur en að gapa á skjá. Ég er meira það, ég er kannski svona gamaldags, ég er að Snæfellsnesi að vondu fólki undan jökli, ég er dálítið skrítin, en ég elska til dæmis þegar ég er á meginlandinu að hafa pólitíkin og Berlingske og fletta blöðunum og sjá svona almennilega blaðamennsku. Mér finnst þetta dulítið svona einhæft hérna á Íslandi. Annarkvort eftir í þessari klík og þá ert alltaf í viðtölum á þessari stöð. Eða þú ert í klík á ríkisjórfin, þá ert alltaf í viðtölum þar, bara með klippikort þar, alltaf sama fólkið beðið álit. Síðan er það stöð 2 sem heitir Sýn núna. Það er svona líka klíkustjórnun, En eins og ég segi, ég er svona dulítið fréttasjúk, mér finnst gaman að fylgjast með heimsfréttunum. Ég fylgist með þýska sjónvarpinu, sænska, danska og norska aðalega. Og svo Sky og CNN. CNN er náttúrulega ekki eins gott eins og það var. Og eftir appelsínu gula fíblið tóku stjórn í Bandaríkjunum, þá hef ég svona mist dulítið álítið á stúðar og er mikill New Yorker í eðli mínu. En ég fer ekki þangað og hef ekki áhuga á Bandaríkjunum meðan hann er við stjórn. Og já, ég vona svo innilega að stjórnvöld taki sig á og standi við bakið á öllum fjölmiðlum. Ekki bara ríkisreknum, sællelskan, gott að sjá þig. Ekki bara ríkisreknum, því að á meðan það eru 9 menn á fréttastöðu ríkissjónvarpsins að vinna að einni frétt, þá er 1 eða 1,5 að vinna sömu frétt fyrir aðra stöðvar. Þá finnst mér ekki réttlátt. Ég er búin að vera í kvikmyndabransanum út allan heim í 50 ár, markaðssetningum, hönnun, kvikmyndum, alþjóðlegum auglýsingum.
Þannig að ég tel mig dulítið þekkja til þó ég þykist nú ekki vera einhver besserwisser. En eins og ég segi að það dulítið svona einhæf fréttamennskan hérna. Þetta svona, það einhverja svona klíkur og eftir í hvaða flokki og eftir í hvaða fólk tekið í viðtal og svona. Ég nenni ekki að taka þátt í því. Ég algjörlega sammálaður með klúbbavæðingu íslenskra fjölmiðla. Það svona saumaklúbs gamaldags afturhalskjaftæði. Þó ég sé kona, þá ekkert allt heilagt sem konur gera. Það eru frábærar. En ég elska kallmenn og ég vil hafa þetta allt í bland. Ég vil hafa kalla og stráka og konur og stelpur alla bara vinna saman. En þessi einhæfa og þetta þessir þættir sem við verið að gera á sömum sjónvarpsstöðum, þetta svo mikil aula, fyndni og heimskulegt og eitthvað svona bimbo, bílasal og styrum kjaftaði. Hver horfir á þetta? Ekki gerist ég áskrifandi á svona stöð. Það einmitt stundu talað upphafningu heimskunnar bara nú á tímum. Þú sagðir mér hérna áður en við byrjuðum að spjalla, áður en við lyftum myndavélinni að samstöðin væri nú bara mögulega uppáhaldsfjölmiðillinn hér á landi. Hvað er það þá dýftin í þessum viðtölum? Er það að þú kemst bakfið fyrirsagnin? Er það að þú getur aðeins reynt að lýsa þig? Hvað heitir það? Þeir bræðurnir hérna Egilssynir, ég þekki þá báða og þeir eru mjög góðir og ég nú aðeins farin að kynnast þér, ég þekki þið nú ekki kannski mikið en ég farin að hlusta mikið á viðtölum sem þú tekur og það það sem að mér finnst best hjá ykkur það að þið spyrjið en þið berið virðingu fyrir þeim sem þið eruð að tala við. Þið gefið viðmælanda ykkar pláss en á hinum stöðvunum að þá alltaf allir sem eru að gera dagskrárgerðina að þau eru aðalmálið hvort þú sitið með fæturnar í kross eða gera svona eða svona. Kameran alltaf á þeim og ég alin upp við það svo sem ég vinn í heiminum og ég nú búið í 10 heimsborgum tala nokkur tungumál og skrifa, unnið á 100 sjónvarpsstöðva. Mér var kennt það af Jón Þór Hannesinni og Snorra Þórusinni og fleirum sem eru mínir mentorar í faginu og í Þýskalandi í Berlín. Mér var kennt það að dagskrárgerðarmaðurinn eða fréttamaðurinn hann á að vera í bak við kameruna og lítið í sviðsljósinu en viðmælandinn eða sá sem í boði stöðvarinnar að tala við fréttamann og dagskrárgerðarfólk það manneskjan sem á að blómstra og tala. Þetta heitir respekt, þetta heitir virðing. Þú finnur viðmælandann blómstra hjá samstöð? Já, ég finn það og þið gefið fólki tíma og eins og til dæmis, að ég þekki best í Gunnar Smára, þá tala ég nú hann. Hann inni í málunum, hann svo vel inni í málunum. Hann búinn að gera background könnun hann búinn að kynna sér málefni viðmælanda hann inni í fjármálum hann rosalega fljótur að reikna talnaglöggur með fílsminni rosa talnaglöggur og við eigum það sameiginlegt að við erum með fílsminni eins og þú kallar það þó ég sé nú ekki að bera mig saman við hann því að hann klárar en ég að mörgu leyti en það það að vera fréttamaður, að vera dagskrárgerðarmaður. Þú þarft að vera búin að undirbúa þig og kynna þér viðmælandan. Býtu, hver þessi Dóra hérna? Býtu, hún bara lítill feitur stubbur með stór brjóst eða býtu, hvað hefur hún gert? Skilurðu? Veistu hvað ég á við? Já, ég veit. Og fólk að taka oft viðtól við mannesku það bara
það veit ekkert, það veit ekki neitt, þetta svo heimskulegt. Sko. Oft góður biti í hundskjaft. Já, það má eiginlega orða það þannig. En Dóra, við stöndum í hérna, það rosalega hressandi og skemmtilegt að heyri þér og hérna Ég tala alltaf mannamál, ég tala alltaf hreint út og sumir elska mig fyrir að aðrir þola það ekki. Ég elska það. Já. En nú stendur samstöðin þessa helgina í fjáröflunar átæki. Já. Og við erum í marathón útsendingu sem að mun taka einhverja 30-40 klukkstundir dag sem nótt. Værið þú til í að slást í lið með okkur og svona berjast fyrir því að samstöðin lifi áfram vegna þess að það gæti alveg verið þannig að samstöðin færi sömu leið og N4 og Hringbraut? Nei, við erum fullt af fólki sem stöndum með samstöðinni. Hún á fullkomlega rétt á sér og ef ég get orðið að liði þá geri ég það út að ég vil alls ekki missa þessa stöð í burtu. Og ég ber bara mikla virðingu fyrir því átæki sem var gert að opna þessa stöð og halda henni gangandi. Ég nú ekki rík manneskja og fer vel með. Ég passa hverja krónu, enda sér það. Ég hjóla allra minna ferða. Á 29 ára gamlu hjóli sem ég bóna og smyr og hugsa vel þessna virkar þetta allt saman. En hérna, ég alveg tilbúin að styrkja stöðuna eitthvað vist mánaðarlega ef það hjálpar. Mánaðarframlegið aðeins 2750 krónur sem einhver reiknaði út að væri svo hálfur hamborgari í miðborg Reykjavík. Já, ég nú ekki á snöggborgara stöðum, ég bara elda sjálf, ég fæ mig bara soðning og kartöflur sko. Ég nú bara elda heima hjá mér. En frábært að vita af þér í hópi stuðningsfólks samstöðarinnar og ef þið langar að verða áskrifandi getur þið farið inn á vefslóðina samstöðin.is, fundið þar flipa sem að stendur áskrift og aðeins 2750 krónur og þá ertu búin að auka líkurnar á því að við höldum áfram að vera til. Já, ég budgeti mitt fram að mánaðamóti, ég má ekki eyða krónu en mánaðamóti skal ég gerast áskrifandi. Gangi ykkur vel. Sömuleiðis Dóra, virkilega gaman að hitta þig hér. Já, bara bjarta framtíð, gangi ykkur vel og ég byrði heilsa Gunnari Smára. Ég skila því, takk sömuleiðis. Hafið það gott. Tryggjum sjálfstæði samstöðvarinnar, marathón málþóf núna helgina frá laugardagsmorgni til sunnudagskvölds 28. og 29. júní í lengsta þjóðmálaþætti Íslands í beinni útsendingu. Verið með okkur helgina til að tryggja sjálfstæði samstöðvarinnar.